Bleikur liturinn í október. Já, þetta mánuðurinn sem við tilengum konum og krabbameini. Öll þekkjum við einhverja konur, stelpur, mæður, dætur í kringum okkur, þannig að þetta varðar okkur öll. Krabbamein eins og brjóstakrabbamein má líka finna í körlum. En við ætlum að koma betur að því síðar. Við ætlum að byrja á sjúkrahúsinu á Akureyri í skimun fyrir leghálskrabbameini. Leghálskrabbamein eitt fárra krabbameina sem hægt að greina á forstigi og lækna. Frá því að skipuleg leit að krabbameininu hófst hér á landi fyrir hálfri öld hefur dánatíðni úr sjúkdómnum lækkað 90%. Þannig þetta þá skoðun sem að konur á bilinu 23 til 65 ára koma í og kerfið virka þannig að það sendt innköllunarbréf frá leitastöðinni í Reykjavík og raunverulega sér leitastöðinni í Reykjavík að halda utan gagnagrunnin og kalla konur inn þegar það komin tími til. Og þetta sem sé þá gert á 3 ára fresti. Leghálskrabbamein eitt fárra krabbameina þar sem orsakir eru þekktar, en það HPV-veiran sem smitast við kynlíf sem veldur sjúkdómnum í 99% tilfella. En hvað gerir maður þegar kalli kemur að koma í skoðun? Þetta svolítið mismunandi eftir hvar þú ert á landinu. Ef við erum að tala Akureyri þá þetta raunverulega á vegum heilsugæslunnar. Þessi skimun og það sem þú gerir þegar þú fær bréfið að þú hringir raunverulega bara í símann á heilsugæslunni, bara á skiptuborðið og pantar tíma í krabbameinsskoðun. Næsta skref þá að mæta í sjálfa skoðunina. Á Akureyri fer hún fram á sjúkrahúsinu á Akureyri og þá gengið inn slysadeildarinngánginn. Það taka móttökurittararnir á móti þér og þú skráir ákveðnar upplýsingar við komu og svo raunverulega þér þá afhent flík til að hylja þig þegar þú fyrir skoðunina. Það eru skiptiklefar sem að þú hefur til afnota meðan þú ert í skoðunni og þú klæðir úr að neðan, klæðir í pilsið og býður eftir kalli frá skoðunarstofunni. Í leghálslímhúðinni eru frumur sem geta breyst og þróast yfir í krabbamein. Þessar frumubreytingar eru almennt kallaðar forstigsbreytingar og eru unnt að greina þær með frumustróki frá leghálsi. Það raunverulega bara verið að taka stróksýni frá leghálsinu. Það var lengi vel þannig að krabbameinsskoðunin samastóð af stróki frá leghálsi og þreifingu. En svo sýnir að segja að þreifingin í raun og veru ekki að hjálpa okkur að greina forstigsbreytingarnar og í raun og veru þreifingin ekki að hjálpa okkur að greina neitt sem skiptir máli. 2 stofnar af HPV-veirunni valda 70% allra leghálskrabbameina. En þótt bólusett sé gegn þessum tegundum, þá eru einnig 13 sjaldgæfari HPV-stofnar sem geta valdið leghálskrabbameini og því mikilvægt að þær konur sem hafa verið bólusettar mæti einnig í leghálskrabbameinsleit og láti taka stróksýni. Þá notum við ákveðin bursta til þess að ná þessu sýni. Nú, eins og gefur að skilja það, því að leghálsinn efst upp í leggöngunum, þá notum við ákveðið áhald til þess að komast að leghálsinu og svo tekið þetta stróksýni og síðan síðan eru frumurnar settar í ákveðin vökva sem raunverulega flutningsvökvi fyrir frumurnar og vökvin síðan, glösin eru síðan send til nánari skoðunar suður á leitastöð. En hvað gerist svo? Hvenær getur maður átt von á að fá einhverja niðurstöðu? Það raun og veru eingöngu þau sýni sem að koma óeðlilega út sem eru send bréf. Og þá það þannig að það geta liðið alveg frá 4 upp í 6 jafnvel 8 vikur frá því að sýnið tekið og þangað til svarið liggur fyrir. En þá kemur bréf í póstinum að það hafi greinst frumbreytingar og svo eru gefnar leiðbeiningar hvert næsta skref Hvenær þarf ég síðan að koma aftur? Kerfið í raun og veru býsna gott að því leytinu til að það einn staður sem heldur utan alla niðurstöðurnar og einn staður sem að fylgist með því að konur séu boðaðar inn á réttum tíma. Þannig að ef þú ert komin í svona eftirlitsupplegg, ef þú þarft að koma oftar þá það ekki þannig að þú þarfur að muna já, nú var ég í skoðun fyrir hálfu ári síðan, nú þarf ég að mæta á þessum tíma. Heldur það beinlínis þannig að þú færð bréf þegar það komið tíma á
skoðun. Leghálskrabbamein einkennalaust í byrjun og því eina leiðin til að fylgjast með einkennunum að mæta í skoðunina þegar að boðið kemur. Það skiptir raunverulega rosalega miklu máli að mæta reglulega í krabbameinsskoðunina því að þeim fleiri sýni sem þú hefur tekið, þeim meiri líkur á að við náum að greina frumbreytingar ef þær eru til staðar. Á árunum 2012 til 2016 greindust að meðaltali 16 tilfelli af leghálskrabbameini á ári á Íslandi. Meðalaldur kvenna við greiningu var 44 ára og að meðaltali dóu 3 konur á ári á þessu tímabili. Það skiptir ofboðslega miklu máli að mæta þegar að bréfið kemur að koma reglulega í skoðun og þannig erum við að auka líkurnar á því ef það einhverja frumbreytingar á leghálsum til staðar að þær séu greindar af því að það raunverulega hægt að meðhöndla þetta forstig og þar með koma í veg fyrir að fá alvarlegan sjúkdóm í leghálsi. Óþægindi við samfarir, blæðing eftir samfarir og óreglulegar blæðingar eru einkenni sem kalla heimsókn til heimilislæknis eða kvensjúkdómalæknis. Sem betur fer náttúrulega langflestar konur sem ekki greinast frumbreytingar hjá, en í þeim tilvikum þar sem frumbreytingar greinast þá náttúrulega getur þetta skipt meginmáli. Samkvæmt yfirlækni hjá Krabbameinsfélaginu þá mæting í skimun meðal íslenskra kvenna 66% sem það lægsta á Norðurlöndunum. Yngsti aldurshópurinn frá 23 til 24 ára þá ekki með nema helmingsmætingu í skimun. Þetta mjög lítið mál í raun og veru sko. Þetta allt með öllu, allt með öllu þá tekur þetta kannski, ég myndi segja innan við mínútu frá því þú lappar inn úr dyrunum og þangað til búið að taka sýni. Næst ætlum við að kíkja í heimsókn til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis og ræða þar við Dóru framkvæmdastjóra. Því það svo gott að vita hvert maður getur leitað ef maður skyldi greinast með krabbamein. Ekki endilega til þess að fara að tala krabbameinið, heldur bara til þess að fara að hitta aðra og vera í góðum félagsskap. Það vel við hæfi að kíkja í heimsókn til Krabbameinsfélags Akureyrar og nágrennis í bleikum október. Félagið sem var stofnað 21. nóvember 1952 stendur nú á miklum tímamótum, þar sem starfsemin hefur nú verið flutt í mikið stærra og betra húsnæði að Glerárgötu 34 á Akureyri. Við erum að fara úr 100 fermetrum yfir í 230 fermetra, þannig að það munar það. Það lítur að muna það að svo mörgu leyti, ekki satt? Jú, við vorum fyrir 2 árum síðan vorum við 2 í 100% starfi, en núna erum við orðnar 4 í nánast 4 stöðugildum og það vantaði skrifstofur fyrir allar og svo eins það að geta boðið upp á ennþá betri þjónustu þegar vöxturinn hefur orðið svo mikill. Og hérna erum við komið með svona opið rými til þess að taka til stærri hópum, það komið jógarými. Já. Þetta mikið stærra og meira. Já, þetta mikið stærra. Og nú getum við haft fleiri hópa í einu af því við erum með fleiri rými. Þurfum ekki að hafa það eins og á hinum staðnum að ef það var einn hópur þá gátum við ekki boðið upp á neitt annað. Nú getum við verið með jóga en samt hópastarf hér. Þannig að það líka rosalega mikill plús. Hvenær kemur þú inn í þetta starf hér? Ég kem inn í þetta 2013, ég hafði greinst sjálf með brjóstakrabbamein 2011 og mér fannst vera þörf fyrir svona hóp þar sem var hægt að hitta fólk sem var í sömu aðstöðu og ég, þessum aðstæðum. Og ég textílkennari, þannig að mér fannst svona að það væri kannski gott að blanda því saman að vera með hóp af þá konum. Vísu ætlaði ég að hafa þetta bara fyrir alla, en það var úr konur. Og ég bauð mig fram sem sjálfboðaliði og byrjaði með þennan hóp sem hérna hjá okkur. Og við höfum haldið þessu síðan, á 50 dögum síðan 2013. Þannig að hérna maður ekkert endilega bara að koma og tala krabbameinið sitt eða aðstandenda. Hérna getur maður komið bara og verið í góðum félagsskap. Já, og gert handavinnu eða bara spjallað eða bara hitt aðra sem hafa verið í sömu sporum og þú. Og fengið kannski stuðning þannig. Og hefur þetta breyst mikið þessi hópur? Hefur fjölgað í þessum hópi sem að hittast hér? Já, við byrjuðum svona 4 2013 og það hefur farið upp í 18 konur sem bara mjög gott. Hvet bara allar konur til þess að koma og kíkja við hjá okkur ef þær hafa þörf fyrir svona félagsskap. Þetta ekki bara fyrir konur, þetta líka fyrir kalla og fyrir aðstandendur? Já, við erum með kallahóp, hittist alltaf á laugardögum klukkan 13:30. Við erum með fyrir aðstandendur, það 2 í mánuði á þriðjudögum.
Við erum með líka fyrir unga fólkið sem þá 2 sinnum í viku líka á þriðjudögum og það misjafnt hvort það í hádeginu eða seinnipartinn. Svo ætlum við að fara að vera duglegir að streyma alls konar fræðslu frá Krabbameinsfélagi Íslands. Það ýmist í hádegi eða seinnipart og þá ætlum við að auglýsa það líka. Þannig að fólk getur komið hingað og hort með okkur og fengið þá kannski fræðslu aðeins frá okkur í leiðinni. Þannig að vöxturinn mikill og við viljum gera sem mest fyrir fólk og við erum í rauninni hérna fyrir ykkur. Halldóra segir mér að vel unnarar félagsins komur ýmsu áttum og styrki félagið á marga vegu. Kaffið og með því sé dæmi slíkan styrk. Öll þessi velvild safnast á endanum saman og hjálpa félaginu að skapa sér þetta þægilega aðsetur. Og hérna hefur við hugsað okkur að hafa fjölskylduherbergi, svona viðtalsherbergi. Það sem hægt að koma saman fjölskyldur og fengið viðtal við sálfræðinginn eða hjúkrunarfræðinginn og verið svona í þægilegri aðstöðu. Búa bara hérna til, bara eins og stofu heima, svona þægilega stað til þess að koma á. Já, svona það sem fólki líður vel. Og hérna getum við komið þá og fengið viðtal við sálfræðinginn, sem segir. Já, sálfræðinginn eða hjúkrunarfræðinginn og það í boði, það kostar ekkert hjá okkur. Það er bara að hafa samband. Það er ekkert aðgangsgjald hérna inn í til ykkar? Nei, það er það ekki. Já, hérna geta konur leita til Katrínar hjúkrunarfræðings. Það er konur sem hafa þurft að fara í brjóstnám vegna brjóstakrabbameins og þá þurfa þær að fá svona brjóst og þessi þjónusta í samstarfi við Eirberg og konurnar koma hérna til Katrínar og hún aðstoðar þær við í rauninni að velja réttu stærðina af brjóstunum og brjóstahaldara sem þarf einnig að vera með. Mér ímyndi sig það skiptir miklu máli að geta mátað þetta eða þurfi ekki að fara að kaupa þetta á netinu eða þurfa að fara lengra vegalengdir eftir þessu? Já, okkur fannst þetta bara að vera þjónustu sem við þyrftum að geta boðið upp á hérna í heimabyggð eða fyrir sem sagt í rauninni Norðurland. Að konur þyrfti ekki að fara söður til þess að fara í þetta, að fá brjóst og brjóstahaldara. Að við vildum koma nær í rauninni veita betri þjónustu. Þú ert ekki bara að fá brjósti, heldur þú líka að fá spjall með? Já, og hún Katrín gefur mjög góðan tíma fyrir hverja konu, þannig að þær fá mjög gott spjall. Þannig að þetta er svona bæði fræðsla og ráðgjöf. Jæja, þá er þátturinn hálfnaður hjá okkur og þá er komið tími til þess að staldra aðeins við og kíkja yfir í laufléttar auglýsingar og hver veit nema það leynist eitthvað smá bleikt þar líka. Við ætlum að halda áfram með þennan fallega bleika þátt okkar og við ætlum að rifja upp skemmtilegt viðtal hjá henni Maríu Pálsdóttur í föstudagsþættinum. Þar erum komið með þær Regínu og Katrínu frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis og þær ætla að halda áfram að segja okkur frá konum og krabbameini. Til mín eru komnar frá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis þær Regína og Katrín. Velkomnar. Takk fyrir. Þið eru svona bleikar, það er náttúrulega bleikidagurinn, bleikur október. Já, það er bleikur október. Og það er allt að gerast hjá Krabbameinsfélagi Akureyrar og nágrennis. Já. Mjög mikið. Þið eru að fjölga starfsfólki, þið eru að færa ykkur í stærra rými þá eða hvað? Glænýtt og flott. Við erum bara 2 árum síðan, þá vorum við bara 2, ég og Dóra, sem er framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Og við vorum saman í 100% stöðu og það var bara miklu meiri nóg að gera hjá okkur. Já, get ímyndað mér það. Og við fórum að leita til Regínu að fá hana með okkur í svona smá verkefni, sem var ekkert reyndar ekkert smá verkefni, og vorum að vinna með syrgjendur. Já, og hún er sálfræðingur, þú ert sálfræðingur. Já, ég er sálfræðingur. Og við erum og þannig náðum við aðeins að draga hana inn fyrir dyrnar hjá okkur og þar með var ekkert aftur snúið. Hún heillaðist náttúrulega alveg á okkur. Og ég hefði áður unnið með á krabbameinsdeildum, þannig ég hafði reynslu í þessu málaflokki. Og hvað, sagðir það bara upp og fórst yfir? Fyrst var þetta hlutastarf, 40%, en núna 1. október byrjaði ég í fullu starfi. Þannig að nú erum við komnar 4 í fullt starf. En svona, ef maður bara kíkir aðeins inn fyrir dyrnar, hvað er svona helsta starfsemin hjá ykkur? Hvernig myndið þið lýsa henni þá? Helsta starfsemin? Þetta er kannski fyrst og fremst tilfinningalegu stuðningur. Markmið Krabbameinsfélag eru forvarnir, efla lífsgæði þeirra sem hafa greinst og vera málsvari. Það er að berjast fyrir réttundum þeirra sem hafa greinst. Og komið í veg fyrir greiningar? Já, komið í veg fyrir greiningar með forvörnunum og okkar er kannski fyrst og fremst þetta að efla lífsgæði og þessi tilfinningalegi stuðningur. Og það eru þið með hópastarf? Já. Og við reynum að vera með mjög fjölbreytt hópastarf og reynum að
ná til allra hópa og þú veist, það hefur verið okkar svona motto að ef við heyrum að einhverju tvísvar, ef einhver, sem sagt, ef tveir aðstandendur nálgast okkur á stuttu millibili, þá hendum við í einhver aðstandendafræðslu. Og það var til dæmis búið að vera svolítið háara raddir það þyrfti að gera eitthvað fyrir börn sem eiga nákomin aðstandenda. Þannig að við fórum á stað og gerðum sem sagt námskeið fyrir börn og ungmenni sem eru aðstandendur. En þetta svona námskeið sem að bara hafa upphaf og endi eða þetta svona hópar sem eru komnir til að vera? Það hvoru tveggja. Við erum með 2 rótgróna hópa, 50-dagshópinn sem að hún, Dóra okkar, framkvæmdastjóri, hún á alveg heiðurinn af þeim hópi og þar koma konur saman með handverk og spjall og það lýsa því alveg sjálfar hvað það gerir rosalega mikið fyrir þær að koma og eyða þessum tímum saman. Þær styðja vel við hver aðra. Og þetta allt konur sem hafa greinst með krabbamein? Já, þetta konur sem hafa greinst með krabbamein. Og mismunandi tegundir. Þó svo kannski flestir séu með brjóstakrabbamein, það líka bara pínu tölfræðin að það algengasta krabbamein í konum. En samt þetta alveg allur gangur. Og svo erum við á laugardögum með fastan hóp líka sem karlahópurinn okkar. Það fyrir karlmenn sem hafa greinst með krabbamein. Og það eins með þá, það ekki nein ákveðin tegundakrabbameini, þó að flestir kannski hafi greinst með blöðruhálskirtilskrabbamein. En það líka tölfræðin þar. Og það þessi jafningjastuðningur. Það raunin bara hittast, stundum spjallar veikindin eða þær, en stundum bara daginn og veginn. Bara hittast og vera saman. Og þar eru þið ekkert með að leiða eitt neitt, þetta bara svona... Þau bara stýra þessu. En svo erum við líka með námskeið sem hafa upphaf endi og þá erum við að velta fyrir okkur að hafa þetta faglegt, hafa gagnreyndar aðferðir, en nýta líka jafningjastuðningin sem ósjálfrátt kemur líka í hópunum. Og það svo flott blanda þegar við náum þessu öllu saman. Nú heyrði ég bara hérna fram á göngunum áðan að það þörf allavega einhverja að hittast kannski aðstandendur þeirra sem hafa þeir sem hafa mist einhvern nákomin. Það nefnilega mikil þörf og ég held hún sé miklu meiri heldur en við gerum okkur grein fyrir og að stundum hafa aðstandendur það verra en þeir sem eru veikir. Og þetta líka það sem að valda þeim sem eru veikir mestu áhyggjum. Áhyggjur af aðstandendum. Þannig að það væri bara rosalega flott ef hægt væri að efla stuðning við aðstandendur. Og þá bara hægt að hafa samband við ykkur, annarkvort á Facebook eða síma eða bara banka upp á og koma til ykkar á Glerárgötu 34. Já, við erum hana fyrir neðan Ráftá, við erum í því húsi, beint á móti Glerártorgi. Akkúrat. Og ef maður bara lætur vita og þá sjáu þið hversu mikið þörfin þá gætu þið í fyllingu tímans útbúið þannig hóp. Já, og við erum með stóra drauma. Við viljum fá stórt félag sem sinnir sem allra flestum og við þurfum að heyra í fólki. Við þurfum að heyra hvað þarfir fólk hefur, hvaða sögur það hefur til að geta móta starfið. Þannig að við viljum heyri sem flestum. Þannig að það að gera að hafa samband við ykkur. Já, hringja, skrifa okkur á Facebook, koma í heimsókn. Við erum með mjög mikið hópastarf. Það eru margir hópar þegar í gangi og það hægt að finna hópan okkar á heimasíðun okkar og bara til þess að fara inn í dagatali þá getur fólk sér eða verið k.is og svo dagatal. Þar sjáu þið hópan. Já, og þá sjáu þið bara hvað í gangi þessu mánuði og við reynum að muna að uppfæra dagatalið eins ört og við getum en það oft mikla breytingar í gangi. Mér langar að samt að rétta því við vorum að segja með laugardagshópinn að Brynjólfur sér þann hóp. Við erum með 2 sjálfboðaliða með okkur og ég hef trú á því að sjálfboðaliðarnir eigi eftir að aukast af því að þeir leggja mikið af mörkum líka. Og Brynjólfur einmitt sjálfboðaliði og geðlæknir. Og hann geðlæknir að mennt, en hann líka einstaklingur sem hefur reynslu af því að greinast og hann með mikla reynslu til þess að hjálpa okkur og sína okkur, gefa okkur innsýn. Svo erum við líka með annan sjálfboðaliða sem iðjuþjálfi, hún heitir Magna. Og er hún í kvennahópnum? Nei, hún með leshóp. Hún með leshóp? Já. Þannig að við erum með mjög mikið í gangi. Við erum að gera að kynna sér þetta, en svo líka af fjármögnum, þú veist. Þið vitið eiginlega ekkert hvað þið fáið á næsta ári af fjármagni því það svolítið erfitt að reka svona félag. Hvað getum við gert í því? Við styrkja okkur. Við náttúrulega frjáls framlög. Við tökum við hverju krónu. Og það líka alveg þannig að við getum sótt í KÍ. Við erum undir þeirra hatti. Krabbameinsfélag Íslands. Og þeir eru stærsti styrktaraðilinn. Koma þeir inn á hverju ári með upphæð. Þið vitið af því. Getið þið treyst á það? Við vitum ekki alltaf hvað það er. En við vitum að við fáum stuðning frá þeim að hverju ári. Já. Þegar nú erum við hvað, 400% stöður? Já, nei, við erum í tæplega 4 stöðugildum. Regína í 80 og ég í 85, en bæði Dóra og Eva í 100%. En sko við þurfum að reiða okkur mjög mikið á almenning og Akureyrarbær og sveitafélagið heldur rosalega vel utan okkur. Og þessi bleiki október ekki rosa fínn einhvern veginn eða þannig? Jú, tilvalið tækifæri. Þú með klútana sem að renna allir beint. Og bleiku slaufurnar í ljósastaurunum, það náttúrulega frábær leið til að styrkja okkur, skemmtileg leið. Og allir þessi
velvilji. Fólk að kaupa bleikuslaufuna, það að kaupa klútana og það að koma að styrkja okkur. Það að kaupa bólið sem styrkja frumrannsóknir á krabbameini. Það allt í gangi. Það út allt. En það líka bara þannig við þekkjum öll einhver. Þetta allstaðar. Þetta því miður, þetta bara algengt. En það sem gott að það svo mikil vakning á að við getum gert svo margt. Og til þess að hjálpa fólki að bara lifa með sjúkdómnum og lifa vel með sjúkdómnum. Brjóstakrabbamein algengasta krabbameinið hjá íslenskum konum, en það von að það hægt að greina það á snemmstigum með skipulagðri hópleit. Hérna að lokum ætlum við að kíkja í brjóstaskimun á sjúkrahúsinu á Akureyri. Brjóstakrabbamein algengasta krabbamein hjá íslenskum konum. Undanfarin ár hafa þó lífshorfur batnað töluvert þar sem brjóstakrabbamein eitt fárra krabbameina sem hægt að greina á snemmstigum með skipulagðri hópleit. It takes a while when we start feeling the tumor with hands. It has to get to a certain size, for example 1 centimeter, 1.5 centimeter. But with screening we can pick them up when they're like few millimeters. So once you pick them up small, there are less chances or unlikely that it would have been, metastasis to other organs. So it's just in the breast, it's easy to take care of, there's less extensive treatment, there's less mortality and of course less morbidity. So it is important that we pick it up early and the only way we can do it is with screening. So I think it's really important. Allar konur á aldrinum 40 til 69 ára fá boðum að mæta í hópleit að brjóstakrabbamein á 2 ára fresti. Vibhuti segir að konur séu ekki nægjanlega duglegar að mæta í myndatökuna og á síðustu árum hafi hreinlega dregið úr mætingunni. When it comes to women, they tend to put themselves behind over all other things. Family is more important, work is more important. But I think it's important that you think about yourself. If you are well, then you can take care of your family, you can also take care of your kids. So put yourself in the forefront, especially when it comes regarding the breast cancer. Það eina sem til þarf að finna tíman til þess að mæta þegar kalli kemur á 2 ára fresti. Það ekki langur tími í samanburði við þann tíma sem það myndi taka að mæta ekki og greinast síðar með brjóstakrabbamein sem hefur náð að stækka. It's like it takes years of your life, So you just have to spare, let's say, if I have to count coming from home, getting it done and going back to work is 1 hour. So it's not, it's a good investment, I would say. 1 hour every 2 years would save you a lot of, problem. If it can save you a lot of time at the end, I think it's worth the investment. And the second thing which I would like to emphasize here, and I often hear from women who come for breast screening, is that it's painful. I don't want to come again, but this is again pain for gain. So this is a pain that you should, be happy to have. Vibhuti segir einnig að ný tæki til þess að taka myndir af brjóstum séu hannaðar með það í huga að takmarka óþægindi eins og hægt Eins og áður hefur komið fram brjóstmyndatakan hér á Íslandi ætluð konum á aldrinum 40 til 69 ára. Það eru þó til dæmi yngri konur sem greinst hafa með brjóstakrabbamein. The most common age of breast cancer is around like 45, 50 and 40 to 60 is the age group that we are taking care of. But younger women, it's not that it doesn't happen. And when we see a cancer in the younger women, they are mostly more predisposed. Like those are the ones who have family history of breast cancer, who are carrier of these breast cancer genes, BRCA. Talið að innan við 1 af hverjum 10 brjóstakrabbameinum tengist erfðum. Fundist hafa stökkbreytingar í ákveðnum genum sem auka verulega hættu á að konur sem þær bera fái brjóstakrabbamein. Arfgengar gerðir af brjóstakrabbameini hafa tilhneigingu til að koma fram hjá yngri konum. Kvenhormón, offita, áfengisneysla, vaktavinna og lítil líkamleg hreyfing eru þættir sem tengjast aukinni áhættu á brjóstakrabbameini. Landfræðilegur munur þá einnig talinn hafa einhver áhrif, en nýgengi brjóstakrabbameins hefur hækkað jafnt og þétt síðustu áratugi hjá öllum Norðurlandaþjóðunum. We start screening at 40, but everyone is supposed to check their breasts regularly, even before 40. I would say everybody who is more than 20 years of age should fix 1 day a month, let's say first day of every month. You just fix it and then you stand in front of mirror and you check your breasts every month. So when you check your breast, the idea is to know them.
So if there is any change in your breast, you should be the one to pick it up, with your hands, okay? If you find a change in your breast, wait for 2 weeks. Don't panic. Most of the times the things that you feel in your breast are not cancers. It could just be normal tissue, normal kittelvävur. So don't panic, wait for 2 more weeks. If it stays the same or if it gets bigger, maybe it's time to talk to your doctor. Brjóstakrabbamein varðar ekki aðeins konur, heldur líka karla, en 1 karl greinist á móti hverjum 100 konum. We can't just ignore that. So if you find something different or a nodule behind your breast, even if you are a man, just go to your doctor and then we need to investigate it further just to rule out. So cancer can happen in men as well, although it's not as common as we see it in women. So. Helstu einkenni brjóstakrabbameins eru hnútur eða fyrirferð í brjósti, hnútur í handarkrika, indregin húð eða geirvarta, blóðug eða glær útferð frá geirvörtu, exem líkar breytingar á geirvörtu eða sár sem ekki grær. Verkir og eymsli í brjóstum geta þá einnig í einstaka tilfellum verið fyrstu einkenni. Að þekka einkennin og mæta í skipulagða hópleit getur skipt máli upp á líf og dauða. Brjóstakrabbamein varðar okkur öll alveg sama af hvaða kyni við erum. Everyone has sisters, wives, partners, mothers. Just it's family. We need to remind each other, okay, you have to go. And I would also, just say one more thing. If someone had a bad experience with screening, this should not stop others to come, So pain or, a misdiagnosis, which can sometimes happen, should not stop you. So just come, talk to your friends, encourage your friends, family, everyone to come for screening. It's really important. Jæja, þá komum við að lokum hjá okkur í þessum fallega bleika þætti sem við tileinkuðum konum og krabbameini. Við kíktum í leghálsskimun, brjóstaskoðun og heimsókn til Krabbameinsfélagsins. Við ætlum að muna það að minna konurnar í líf okkar á að fara í skoðun því þetta eitthvað sem raunverulega skiptir máli og bjargar lífum. Við sjáum svo í næstu viku í næsta þætti af Eitt og annað.